Þorvaldur Daníelsson stofnaði samtökin Hjólakraft og býður upp á reiðhjólaæfingar fyrir ungmenni á nokkrum stöðum á landinu. Sjónvarp Víkur Frétta kíkti á æfingu í Sandgerði á dögunum, þar sem saman voru komnir hressi krakkar úr Garði og Sandgerði. Ein þeirra er Elísabet Helga Jónsdóttir, nemandi 9. bekk í grunnskólanum í Sandgerði, sem hjólaði lítið áður en er núna farin að hjóla reglulega eftir að hún byrjaði að æfa með hjólakrafti. Hafðirðu verið að hjóla eitthvað áður en þú byrjaðir í hjólakrafti? Ekki mikið, en þetta reif mann aðeins áfram. Og hvað hjólið er langt á hverja æfingu? Það er mismunandi hvað tíminn býður upp á og hvað við viljum hjóla. En það er eins og ef við viljum ráða þá reynum við að hafa sem lengstar æfingar. Eins og daginn þá var það 30 kilometrar. Og ertu búin að skipuleggja að vera með einhverju keppni í sumar? Já, allan á gullhringnum og stefni á að taka þátt í fleiri mótum sem þjálfararnir bjóða upp á. Og hvað er það sem er svona skemmtilegt við að hjóla? Örugglega bara náttúrun og sjá umhverfið svona í hraðari heldur en þegar maður gengur. Æfingarnar í Sandgerði og Garði eru 2 sinnum í viku og þá kemur Þorvaldur akandi með nokkur reiserhjól með sér. Út af hvað gengur starfi hjá Hjólakrafti? Það gengur nú bara helst út af það að fá krakkar svona til þess að koma út að leika. Það er nú mest það að reyna að nýta þessu orku sem að menni það til og svona gera eitthvað skemmtilegt og uppbyggilegt. Það er nú svona aðalmálið, fyrst og síðast. Já, það er þannig að ég fer 2 sinnum í viku á hvern einasta stað og það er talsverður akstur sem fylgir þessu og það vill nú til að Toyota hefur lagt mig lið. Ég er með hennan ágæta bíl sem ég kom með á með öll hjólin á og þetta eru talsverð ferðalög. 2 sinnum í viku í Grindavík, 2 sinnum í viku í Sandgerði og Garð, 2 sinnum í viku á Selfoss og svo framvegis. Það hefur reyndað verið aðeins minna á Egilsstaði en þar er ég með svona samstarfssamning við ungmennafélag sem að sér æfingar fyrir mig. Og þetta er náttúrulega, þetta snýst ekkert bara að hjóla. Hjólið er náttúrulega bara verkfæri til þess að gera svo margt annað. Bara að koma sér að stað upp úr hjólförunum sem maður er kannski bara í. Við höfum öll okkar svona lífsmunstur einhvern veginn og stundum þarf bara að brjóta þau upp og ég held að hjólið sé bara mjög heppileg leið til þess. Og svo erum við bara að spjalla daginn og veginn, svo gengur. En hvað er svona skemmtilegt við að hjóla? Það er bara þessi frelsistilfinning fyrst og síðast. Maður er bara alveg ótrúlega frjáls á hjólinu, einhvern veginn, engum háður einhvern veginn og það er nú þannig, ég las það einhverju bók einhvern tímann að krakkar hafa svo gaman á hjóluðum. Ég sjáu krakkar sem að læra hjólið fyrst skipti, þau eru svona óstöðandi, vil ekki koma inn og það er vegna þess að þetta er eiginlega það fyrsta sem þau fara án mömmu og pappa sko. Og þau eru leiður búin að ná valda þessu, þá geta þau farið sjálf svona fyrir húshornið og jafnvel látið sig hverfa pínu. Þannig að ég held að sé bara sú tilfinning sem að við sækjum öll í á einhverjum svona tímapunktum. Og það sem gefur svo gildi. Í þessum hóp eru krakkar úr Sandgerði og Garði. Já. Ertu með hópa víðar á landið? Já, ég er í Grindavík og Selfossi og í bænum á nokkrum stöðum og svo á Egilsstöðum. Það er svona nýjasta afkvæmið er einlega þar. Og ferðu sjálfur þangað? Já, ég er að fara einmitt á morgun, bara annað kvöld og gefa mig út á morguninn. Þannig að fer bara yfir nótt og tek 2 æfingar með þeim. Það er svona síðasta æfing fyrir Vá. Og var að senda þeim einmitt svona reysera til að prófa. Það er ekki til mikið að reyserum á héraði. Og það er mikil spenna í loftinu þar. Góður hópur, þéttur hópur. Við sáum að þú komst með hjól með þér. Já. Hvernig gengur að fjármagna svona verkefni? Það gengur alveg svona sko. Það er ekkert alveg frábært en það er einhvern veginn, ég held að þetta fari nú alltaf langt á góðum vilja. Þú veist, þetta er náttúrulega bara þannig verkefni einhvern veginn að það er svona, þetta fer svolítið í sjálft sig ennþá og eins og með allt held í frumkvöðlastarfa þá getur maður ekki verið á neinum launum svona framan af og verður bara svona treyst á Guð og lukkuna. En ég hef alveg trú á þetta gangi upp. Það er svolítið þannig. Og þið hafi verið með í Vá Cyclathon. Já. Er eitthvað komið á hreint hvað þið verið með mörg lið í ár? Nei, sko, ég skráði inn í bjartsýniskasti einhver 18 lið og mér sýnist þau vera bara detta nokkurn veginn í þann fjölda. Það gæti þó verið, það er einhverjir krakkar sem hafa verið að fá meldingar frá foreldrum sínum um það að fólk sé eitthvað þreytt á grámanum heima og vilja fara í sólina og
og fólk jafnvel að bóka þessum tíma, en ég hef heyrt á einhverju krökkum líka að þau ætla ekki að láta þar við sitja og eru að beita öllum bellibröðum heima og ætla að fá fríunum hnikað. Þannig að ég veit 15-18 lið einhvers staðar á þessu bili og það náttúrulega með bæði krökkum og sjálfsögðu fullorðnu fylgdarlið því að einhverju þurfa að sjá að vaska upp eins og það stendur.